Sæl veriði, Ólafur Jónsson heiti ég. Ég togaraskipstjóri, harður kvótaandstæðingur og stoltur formaður sóknarhópsins sem er hópur fólks sem vil afnema kvótakerfið á Íslandi, taka upp sóknarmark með allan fisk á markað, færa þannig fólkinu í landinu aðkomu að fiskveiðunum í réttri samkeppni við aðra, geta keypt sér fisk á mörkuðum. Engin fiskur verður á landssambandsverði, það verður afnumið. Það óréttlæti sem verið hefur í 40 ár. Og ég tek hamingjusamur á móti, ekki bara vorinu sem við sjáum út gluggann, heldur vorinu á Íslandi, sem við sjáum núna í hreyfingu fólksins sem er búið að fá nóg, búið að fá upp í kok á spiltu Alþingi og greinilega reiðubúið til þess að gera breytingar, ekki bara fyrir sig, heldur fyrir komandi kosningar. Mín barátta er búin að vera löng og ströng gegn fáránleikanum sem hefur vafið íslenskt Alþingi, sem staðið hefur vörð og sumir þeirra ætla ennþá að standa vörð óréttlætið og viðbjóðin sem búin er að eiga sér stað í kringum kvótakerfið. Á meðan þjóðin hefur tapað 2500 milljörðum, við erum búin að tapa núna 2500 milljörðum á því að hafa kvótakerfið, eru einstaka aðilar búin að raka að sér milljörðum og milljörðum ofan. Margir hafa lappað út úr greininni með annað eins. Hvaðan haldið þið þessi peningar séu komnir? Þeir eru komnir út úr ónýtu velferðarkerfi á Íslandi. Þeir eru komnir út úr lélegum kjörum okkar sem byggjum ríkustu þjóð í heimi. Þaðan eru þessi peningar komnir. Þeir voru teknir ólöglega af okkur með spilltum stjórnmálamönnum sem gengu erinda hagsmunaaðila sem kunnu sér ekki nein takmörk í græðgi sinni. En núna er vor í lofti á Íslandi. Íslenska vorið er komið og nú skulum við hvergi hika. Því fyrr, því betra að losna við nú sitjandi valdhafa sem eru einarðir leppar útgerðarinnar. Einarðir leppar útgerðarinnar. Það verður orðsporið sem fylgir þeim hvert sem þeir fara eftir að við erum búin að henda þeim út af Alþingi. Og eins og ég sagði, því fyrr því betra. Ég vil hvetja fólk til dáða núna, kynnið ykkur hvað er í boði fyrir aukið lýðræði, hvað þurfum við að gera til þess að koma nýrri stjórnarskrá í lög, fylgjum þeim fólki sem leiðir okkur þann veg og hikum hvergi. Eins og konan sagði, hika er sama og tapa. Við náum alltaf árangri ef við ráðumst á vegginn þótt hann sé hár. Ég ætla að koma með ykkur og vona að við náum því að búa til land fyrir komandi kynslóðir sem við getum verið stolt af að skila af okkur. Takk ykkur fyrir, tölum saman, bless.